byrjum við með frétti dagsins og það María Pétursdóttir. Hvað að frétta? Já, heyrðu, það mættu foreldrar og börn í morgun í Ráðhús Reykjavíkur. Aftur? Aftur, að mótmæla skorti á leikskólaplássum. En það eru margir náttúrulega í alveg gríðarlegum vanda að nýbúið útluta plássum. Ég held að það hafi verið útlutað einhver 1600 pláss. Var ekki að útluta númerum á biðlista? Jú, og svo það er allavega 500 manns samt ennþá á biðlista. Og 500 börn? Já. Það fyrir eftir hvort maður til foreldrana á biðlistanum eða börnin. En það er sko síðan, já. En það var þau voru í Ráðhúsinu í haust og svo var fundur með borgaryfirvöldum og þau lofuðu bót og betrun. Já, það var í ágúst. Kom ekki bót og ekki betrun? Nei, það kom hvorki bót niður betrun og Dagur segir núna sko að hann sjáu nú ekki fram á þetta lagist neitt. Þetta verður bara örugglega mjög svipað á næstunni. Og af hverju? Sennilega, sko það sennilega ýmislegt sem spilar inn í bæði verið að loka alltaf leikskólum vegna myglu og rakaskemmda og eitthvað svo leiðis og ekki búið að finna nýtt húsnæði til þess að taka í notkun og þeirra býði eftir að sé búið að gera við hitt og þetta og svo Þannig að verður til svona myglukynnslóðin af börnum sem ekki fór í leikskóla. Já, þetta í skólanum náttúrulega bara líka núna í öðru hverjum grunnskóla líka. Þannig en það síðan sá ég nú einhverju umræðum það að Mosfellsbær hafi verið að ætla að biðla til Reykjavíkur að fá að geyma sín börn inn á leikskólum í Reykjavík eða koma sínu börnum inn á leikskóla í Reykjavík. Hvernig dætti það í hug? Það fylgist ekki með fréttum, það ekki leikskólapláss í Reykjavík. Nei, ég veit það. En þetta líka, og þetta inn í sko, til dæmis umræðuhóp foreldrana á Facebook, í Facebook-grúppu þar sem að foreldrar eru mjög hugsi yfir þessu múfi sko og sjá ekki fyrir sig hvernig, ég menn úr því þeir fá ekki sjálfur leikskólapláss. Þegar ekki búið til leikskólapláss þá þetta svarað í að það af því að það mygla þarna eða það af því að það ekki búið en yfirleitt svarið bara, við höfum bara ekki áhuga á því. Við höfum bara ekki áhuga á því. Já. Þetta ekki sett í forgang. Þetta ekki sett í forgang. Nei, það hafi verið reist í leikskólar sko út allan heim. Já. Og það er ekki sérstætt vandamál að reisa leikskóla. Nei. En ekki þetta manna? Það var mannstu þetta því en Dagur sagði í sko Ráðhúsinu í dag eitthvað svona að það ætluðu líka athuga núna hvort að það væri hægt að gera veit einhverja svona styrki til þeirra sem vildu hugsanlega gera dagmæður og eitthvað svoleiðis en þeir þyrftu samt að athuga hvort þau ættu pening fyrir því. Þannig að þetta var svona allt sagt innan gæsalappa líka. Þannig að þau eru ekki að gera bara neitt sko. Já. Það var kom þegar það voru að skera niður og bóða, það var feiknarlegu niðurskurður. Þá var sagt að einn liður í því var að fækka starfsfólki á leikskólum því að það var alltaf margir á leikskólum. Þannig að eftir að hafa verið stuttu áður þá hafi verið ekki hægt að opna leikskóla þegar vantaði mannskap. Vantaði mannskap einmitt. Áttu að fara að láta gamla fólki vinna á leikskólanum því. Það? Já. Það var ekki alvörun. Þetta kemur oft þessi hugmynd. Er ekki að skella saman bara dvalarheimilum Nei, þetta var spurningum sko fólk sem væri hætt að vinna væri kannski svona prest sko. Hjúkrunarfólkið í COVID kallað á bakvakt. Einmitt. Eitthvað svo neyðarástand. Já. Þannig að En það eru náttúrulega fólk í bæði náttúrulega lendir í því að missa tekjur og einstæði foreldrar náttúrulega lenda mjög illa í þessu. Þetta er fólk sem skulda mikið í húsnæðismálum. Já, einmitt. Og fyrir utan námslánin og eru með mikla framfærslu út af börnunum. Jú. Þannig að ungt fólk á illa við að missa út tekjur. Einmitt. Þannig að þetta og þetta vindur svona upp á sig sko og þá tala við eina móður einmitt Hvað segja borgaryfirvöld? Segja þau, já, við lofum því að leysa þetta en við erum hætt við það? Já, þau segja í rauninni bara, við lofum því að leysa þetta, þau segja ekki við erum hætt við það, þau segja bara en við sjáum ekki fram á okkur takist að standa við það, sko, segja þau. Og þau segja en við ætlum kannski að skoða að gera eitthvað í því en það er ekki víst að það takist. Þau tala dálítið svona. María, ég lofaði því að vaska upp en ég sá allt í mig fram á það að ég myndi ekki gera það. Nei, einmitt. Myndur þú taka markaður svona? Nei, enda er hljóðið í foreldrum ekki gott. Það hljótt að vera alveg brjáluð. Já, og foreldrar eru bara eftir. Eitt er að vera svikin og annað að vera svikin með eitthvað svona útusnúningi. Ég veit það og svona
svona veikum rökum sko. Þannig að þetta bara... Ég sá eina frétt sem hann tengdi sveitafélagunum sem svona... Já. Það sveitafélag, það sem eru virkjanir og fleira. Já. Voru að segja það að þau varu búin að hægja á, að því nú alltaf verið að tala sjálfstæðisflokkurinn er búin að ákveða það að tvöfalda orku framleiðslu í Íslandi. Já, virkjunarkosti. Meðal annars út af því að margir í sjálfstæðisflokknum eiga svona virkjunarleyfi í smávirkjunum og margir í sjálfstæðisflokknum eru í félögum sem ætla að reisa vindmyllur hérna út allt. Þannig þeir vilja tvöfalda orkuframleiðsluna og þá segja sveitafélögin sko hafa bara hægt á allri afgreiðslu skipulagi vegna þess að þau vilja fá einhverja sneið af orkuframleiðslunni. Og mér finnst það athyglisvert að það verður bent á það að það er ekki fasteignagjöld af virkjunum. Það er reyndar af stöðvarhúsunum en sko virkjunin sjálf er ekki sko flokkuð. Og ef að það væri sett á að það væri fasteignagjöld af því eins og er á öðrum mannvirkjum þá færu 15 milljarðar til sveitafélagana. Já, það er mikil peningur. Það er slatta peningur. En það færi líka mest til fámennari sveitafélaga. Það er eitthvað hérna í... En það er líka náttúrulega, þetta er náttúrulega líka sko, þú veist, þessi auðlinda renta í rauninni. Þetta er leið til þess að taka hana. Já, en hún færi mjög ójaft. Já. Þannig að sumir eins og lítill treppur á Suðurlandi þar sem ég held að séu 2 stórvirkjanir inni sem auðugur sko út af þessu fyrir. Já. Man ekki, var ekki sá sem að gaf öllum heita bótt eða eitthvað svona. Já, heyrðu, einmitt. Þetta er til dæmis í Noregi að þá eru mikil munur á hvort að sveitafélögin eru með virkjanir. Til dæmis sumstaðir bara ókeypis rafmagn, eða svo gott sem. Já, og ég man að ég kom einu svona hitti fólk í svona litlum bæ. Já. Og ég man ekki hvað hann heitir, það var ægifagur bær sko. Það var með svona bröttum fjöllum og það voru fossas einhverjum megin og bara eins og úr einhverjum konfettkassa. Í Noregi? Já, í Noregi. Það var mjög fáið sem bygguð þarna í þessu. En þau áttu nóga peninga, áttu íþróttahús og sundlög. Og svo var fólkið að segja eitthvað svona, já, kannski ættum við bara að fara í sund, þessu hvað, nú er opið sundið, nei, við erum bara með lykil. Þá var það þannig. Já, einmitt. Þannig að, en hvað myndi finnast þú það að ef þessu þá myndi það koma svolítið ójaft, það voru sumir hreppar, sveitafélög sem væri bara, fekir nógan penninga á orkunni en nönnur ekki neitt. Já, sko mér finnst að þetta vera þannig bara þegar ég sé bara allan heiminn ef að sko eitt land er rosalega ríkt og næsta land ekki, sko þá eigi að svona dreifa aðeins og ef að einhver svæði í landinu er ekki nóg rík þá eigi að dreifa aðeins og ef einhverjir einstaklingar á svæðinu eiga mismikið þá eigi að dreifa. Þannig að það eigi alltaf að dreifa auðnum. Já, það eigi alltaf að vera nokkuð jaft. En ekki að eitt sé svona... Þá er ég ekki að segja að það þurfa að vera eitthvað alveg hnífjamt, en það verður að vera sanngjarnt. En má ekki vera þannig að einn hreppurinn fær meiri penning út af orkunni en annar út af fiskinum? Jú. Og svo einn fær svolítið mikið penning en það er svona frekar leiðilegt að búa, afskiptur. Þannig að það má vera ójæft. Það má vera sko, ég meina auðvitað er misjafnir, mismunandi auðlindir á mismunandi stöðum og allt þetta og svo kannski skapast mismunandi álag á staðina líka út frá því sem er þar. Þannig að það þarf auðvitað að taka tillit til allra þessa hluta. En í svona grunninn finnst mér að það eigi að svona jafna þetta allt svolítið út. Þannig að það sé bara þetta jafnur. Þetta er svo staðriði vegna þess að það er talað um fiskinn og þá er að tala um auðlindagjöld og þá er yfirleitt talað út frá því að ríkið eigi að taka segjum að séu ykkur 50 milljarðar það fari til ríkisins. Og það hefur valdið því að fólk út á landi sem eru með miðin eiginlega í sínum túngarði að þau eru yfirleitt taka ekki undir þessar kröfur. Þetta er svona 101 krafa. Að allir, að því ég er Íslendingur þá vil ég fá hluta af arðinum að fiskinum. Þá segir ykkur býtu en ég frá Súðavík, við bara lifum á þessu og eigum ekkert annað fiskin til því alls konar dót annað. Þannig að kannski ættum við að fara að æfa okkur í að ræða þetta. Já, hvernig eigum að skipta gæðunum? Því það er ekki endilega gefið að ég alltaf sofa allt upp um eitt jólatré sko. Nei. Herðu, þetta var nú það. Já. En það er ekki alltaf hrynja hvað er eitthvað banki að hrynja í dag? Það er bara enn annar bankin
eitthvað að... Já, það er First Republic í Bandaríkjunum. Já. Það sem eru bankar og Seðlabankinn eru að undirbúa það að bjarga honum. Já. Eins og Credit Suisse Seðlabankinn var að bjarga honum. Þannig það er 1 banki á dag, eða? Það er 1 banki á dag. Það er bara eitthvað svona hrun í gangi þannig úti. Já, við vorum Ásgeir Brynjar var í gær og það voru svona að vera að reyna að útskýrta. Eins og ég skildi þetta þannig að sko hækkun vaxta og ekki verðbólga veldur álagi. Já. Og það kemur þeim í vanda sem í vanda fyrir og svo vandinn þarf ekki að vera sambærilegur á milli. Nei. En orsökin fyrir því að bankarnir í vandræði núna er svo sama. Ég skoðaði hvernig íslensku bönkunum gekk að Arion banki féll 4,6% í dag. Já. Hann er fallið 8,5 á einni viku. Svo var eitt sem að gerðist með Seðlabankan í Evrópu, hann var ákveða vexti. Og út af þessu, nú eru Seðlabankar lentir í því að ef að það er verðbólga og þá er kenningin að þú verður að hækka vexti. Já. En síðan er það er svona ákveðin hætta á svona fjármála, kannski ekki hruni, en svona ákveðinu efnaðs samdrætti. Það er konið svona brestir í þetta allt saman. Já. Og þá áttu ekki að hækka vexti. Nei, nákvæmlega. Þannig að menn þurfa að ákveða hvort alltaf gera. En áttu þá að draga úr þeim eða? Nei, kannski ef það verður alvarlegt þá bara spurningum að draga úr þeim. Þannig var það í COVID og þannig var það eftir bankarinni, það vexti fóru bara inn í 0 og heldust það lengi í Evrópu. Þú varst að segja mér einhverju frétt í gær að einhver hefði sko lækka vexti og... Nei, það var bara Erdogan. Erdogan. Hann lækkaði vexti þegar verðbólgan jókst. En ég held að horfi enginn til hans sem svona hagspekings. En stýrivextirnir í Evrópu, þeir voru samt hækkaðir. Það var alltaf talað um það. Það yrði svona 50 púnta sem sagt, sem er 0,5%. Og það var gert í dag. Þannig það er eins og Evrópa ákvað það að ráðast frekar á verðbólguna. Heldur en að halda vöxtu niðri til þess að forða samdrætti. Bandaríkjamenn munu ákvæðis í næstu viku. Og Ísland. Þannig að það er svona, ef að Seðlabanki í Evrópu hefði ekki hækkað vexti, sagt bara nei, það er of áhættusamt að hækkað vexti, við getum keyrt hagkerfið niður í kreppu. Að þá held ég myndi aukast líkur á því að Seðlabanki Íslands myndi gera það sama. En af því að Seðlabankin í Evrópu hækkaði samt vexti eins og spáðar, að þá finnst mér aukast líkur á því að Seðlabanki Íslands ekki vextu 75 eða 100 punkta. En hagvöxtur heimilana dróst saman í fyrra? Já, kaupmáttur. Nei, kaupmáttur segir. Já. Hagvöxtur, nú er maður með hagvöxt á heilanum, það er ekki talað um hana. Það er sem að minnst að við verðum að 1,7% sem er slatt í póka. Það er svona 85.000 skall meðaltali á mann sem að var peningarnir, eða tekjurnar eruðu verðminni í fyrra. Af því að sko sérstaklega Bjarni Benediktsson er alltaf að þrástagast á kaupmætti heimilana. Að þá er komið tíminn til hann hætti því, held ég. Nú verður hann bara býti það súra. Beygja sig undir sko raunveruleikann. Já, nákvæmlega. En það var líka sko það sem að Hagstofan var að taka þetta saman og benti á að sko hlutfallslega mesta hækkunin var út af vaxtakostnaði. Vaxtakostnaður heimilana hafði aukist 35%. En það er ennþá það lítil tala þú veist, þú eru komið út í meðaltalið. En það er samt sko að þetta þýðir það ef þú myndir sko að þetta er meðaltal og sér að sko vaxtakostnaður hækkar svona mikið að þá getur ímyndar að við vorum að tala um unga fólki sem á börnin sem að komast ekki í leikskóla. Það er fólki sem að skulda hlutfallslega mest. Þannig að þegar svona gerist að þá verður sko staða hinna yngri og skulduri miklu verri. Þannig að það verður gaman ef að kannski er þetta að brjóta þetta eitthvað niður hjá Hagstofunni. Já, Heyrðu, næsta frétt. Héraðsdómur Reykjavíkur hafnaði í dag kröfu Örnu McClure, yfirlögfræðings Samherja, að fella rannsókn á hendur henni niður. Þannig að hún hefur haft réttarstöðu sakbornings rannsóknar á leiddist það og villi hætta því. Ég vil ekki vera sakborningur í þessu máli. Og Héraðsdómur sagði að þú eru bara að setja við það. Þú eru bara að býta það. Mér finnst það að skrítið, byrju Samherjamáli, þannig sem við veistum það. Já. Það er þessi til ennþá. Það er greinilega til ennþá, sko, en maður er mest fyrir að mann er farið að lengja eftir því að eitthvað gerist. Veistu hvað langt síðan að þáttur var sýndur?
kveikþátturinn? Rúm 3 ár. Já, einmitt. Ég held þessu langt komnir hann í Namibíu með sín mál. Þeir eru náttúrulega búin að vera, já, þeir eru Þeir eru ekki eins og komin ákjara. Nei, einmitt. Þannig að þetta... Hvað er þetta að segja? Ég bara átt að meitla á því, sko. Mér finnst einhvern veginn alltaf, ég meina hvernig var þetta eftir bankarhrunið, það var ekki á endanum leiðin svo langu tími í einhverjum málum að þetta einhvern veginn... Svona í bankamálunum var það þannig að fyrst komu margar ábendingar frá fjármálaeftirlitinu og þá var hann Gunnar Andersen sem var yfir því og þannig að voru sendar inn bara, ég man ekki hvernig tölunum var fyrst, sendar að fyrst árun eitthvað 7 og svo 30 og svo 50. Þá var upplýst að hann hefði ekki gefið réttur upplýsingar þegar hann sótti og hann var að segja af sér. Þá hætti að koma hann frá síðan gerðist það að var skiptur ríkisstjórn 2013 og þá var dregið snögglega úr öllum framlögum til sérstaks saksóknara. Þannig að hann sá fram á það að hann geti ekki byrjað nein ný mál, það eru vallan geti klárað þau mál sem voru á borðinu. Þannig að rannsóknum og hrunmálunum þeim var hægt með ákvörðun Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Það er bara að passa upp að setja fólk. Og það er spurning hvort að það sé... Og þetta er margsins komið fram, sko. En það er líka spurning hvort að það sé þannig núna að þetta sé bara, það sé ekki næg peningar hjá... Þetta kom raunverulega fram vegna þess að það var talað það að því að hann sagði það að þeir réðu ekki við svona stórstoflokki mál. Og þá var sagt að við fullviss ykkur það að það er ekki þetta peningum. Ég setja einhverja peninga í þetta en svo hafa þeir bara kannski ekki sett nóg peninga í þetta. Það var auglýst fjögurslaus störf þegar þeir fengu peningin. Þannig það er haldið niðri, alveg eins og hefur verið í sambandi við skattrannsóknir. Í hvers skipti sem að kemur skattrannsóknarstjóri sem að rannsakar skattsvika ykkur ráði, þá hverfur hann. Eða embættið er einhvern veginn endur skilgrind og fellt inn í skattstjóra embættið og til þess að þetta losna bara við fólki sem er að skemma partíð. Sko. Bara velkomin til Íslands. Heyrðu, þetta er svona. Héraðsdómur fellir og gildi úrskurð persónuverndar íslenska erfðagreiningu. Já, ég man ekki alveg sko, hver var athugasemdin. Þeir höfðu ekki gengið nógu vel frá að mati persónuverndar á þeirra voru að raðgreina gögn í COVID. Já, eða það var einhvern veginn, það var eitthvað varandi það var ekki rétt staðið þessu held ég. Og þetta var svona þeir gerðu náttúrulega einhvern samning bara fyrst við Landspítalan eða við sóttvarnalæknið eða eitthvað svoleiðis og að rannsaka eitthvað en hefðu þurft leyfi persónuverndar eða eitthvað svoleiðis. Þetta var eitthvað svona og sóttu það eftir á eða eitthvað. Ég er ekki alveg nógu vel inn í þessu en ég man þetta var svona Kári var rosalega reiður, manstu? Já. Það var mjög reglulega reiður þessu tíma. Já, það var yfir helgi og hann var reiður alla helgina. Já, hann var rosa reiður yfir því að það var ekki hægt að afgreiða þetta mál hjá persónuvernd bara núna, þannig yfir helgina. Ég man eftir því, sko. Og þau náttúrulega rendu fyrirtækinu sínu undir þessa aðgerð. Já, þetta var hann fannst ofta hann eða hvort það var vísindasiðanefnd sem að vildi ekki afgreiða. Það er annað fyrirbrigði sem hann er mjög ósáttu við. Já, þetta var eitthvað svoleiðis því hann þurfti að sækja leyfi hjá vísindasiðanefnd til þess að fá leyfi hjá persónuvernd eða eitthvað svoleiðis. Þetta var eitthvað svona. Hann var rosalega fúll. Svo baðast hann afsökunar minni mig. Eða svona semi eitthvað. Já. En svo hann gerir alltaf. Svo hann gerir. Já, svo byggst hann afsökunar. Hún segir að viðkomandi sé vinur sinna og standi sér vel. Einmitt. Heyrðu, ef við förum yfir til Parísar eða yfir til Frakklands þá þröngvaði Macron frumvarpum hækkun eftirlauna aldursins. Þetta er alveg stórmerkilegt. Við höfum svolítið verið að skrifa þetta á samstöðinni og reyndar talaði ég við Einar Má Jónsson þetta fyrir ykkur. Það sem að Er ekki vinnutíminn hjá þeim svo svakalega langur frá honum? Jú, en það er þess að verið að hækka eftirlaunaldur. Það geta að fara eftirlaun 62 ára og fara upp í 64 ára.
og þau eru alls svona rök fyrir því og við höfum komið fram hér að það sé bara öðruvísi svona vinnutempo og svona og ég bara þekki ekki nú vel, ég hef verið í París og maður sér það að þú veist, börnin eru búin í skólanum sko ganga 7 og svo veist, það er eitthvað, það er örglega klárlega eitthvað öðruvísi heldur en víða. En málið er það að 70% af þjóðinni er á móti þessu frumvarpi en það var svona hann taldi sig hafa sko þingstyrk til þess að gera komið sér gegn með stuðningi hægri manna þó svo að flokkurinn hans sé ekki í meirihluta og svo eru verkalýðsfélögin á móti þessu og það eru mótmæli út allt land og það er svona verið að draga kjarkin úr þingmönnunum að greiða þessu atkvæðis. Í dag kemur sér í ljós að það er líklega ekki að nást hjá honum þannig að þingi allar geta samþykkt það. Þá er dregin upp ákvæði í stjórnarskránni að forseti geti í einhverjum undantekninga tilfellum þröngvaði gegn lögum án samþykkis þingsins. Eitt er það nú að þröngu gegn lög. Þetta er öryggisventillin hjá þeim. Það er öryggis þetta átt að vera að tryggja lýðræðið sko, að það væri stjórnað í anda vilja lýðsins. Ekki öryggisventill til þess að vera með einræðistilburði. Þannig eitt er að þröngu upp lögum sem eru í andstöðu við vilja þjóðarinnar en annað hann er komin gegn vilja þjóðarinnar og þingsins. Já, einmitt. En frakkar, ég held að frakkar líti svo á að þeir séu búnir í raunin að vinna þetta af sér með því að þeir vinna sko mikið meira heldur en 8 tíma. Við þurfum ekki að taka afstöðulegs. Þjóðum vill þetta ekki, þingi vill þetta ekki. Þannig að það skiptir ekki málka við sem maður yfir. Nei, ég er bara svona til að útskýra þetta sko að... En eins vegar það, þegar við erum að tala um þetta hér, alveg eins og sama, allt sem að tengis Grikklandi, þá er Íslendingar alltaf til að segja, eitthvað, þeir, þetta er svona, eitthvað, svo vitið betur. Frakkar mega bara hafa sitt samfélag eins og þeir vilja. Já, nákvæmlega. Og ég meina við erum hérna á Íslandi þá er raunverulega margir sem að fara sem að vera hægt að kalla snembær eftirlaun af því að fólk fer á örorku á seinni hluta starfsævinnis. Þannig að mér finnst það frekar benda til þess að við séum að slíta okkur út við að ættum að vera að skoða það að það sé sniðut að hafa þetta eins og í Fraklandi. En hérna er mest talað um það því að þeir sem stýra umræðan í Íslandi eru þeir sem hafa unnið huggulega innivinnu alla sína hunds og katta tíð. Þeir að tala um að hækka eftirlaunaldurinn upp í 70 eða fá að vinna til 75 eða eitthvað. Það menna erfiðsunni fólki er útslitið upp í 60. Já, vill bara fá að hætta átt. Hvað sétum við meira? Útlendingalögin voru samþykkt. Á meðan við vorum að tala saman í gær. Ég er með klippu af Guðmundi Inga þegar hann gerir grein fyrir atkvæði sínu, hvort við getum séð hana. Nefnt. Það setjum við gang. Virðulegi forseti. Vinstri græn hafa nálgast þetta mál frá upphafi með það fyrir augum að ná fram jákvæðum breytingum á málinu. Við teljum mikilvægt að það komi fram hér að lögin sem að samþykkt í dag eru gjörbreytt frá því frumvarpi sem að lagt var fram í haust, hvað þá því sem var lagt fram í upphafi fyrir 5 árum. Allar þær breytingar hafa verið til góðs og fært málið nær áherslum okkar Vinstri grænna. Þessi málaflokkur er mjög mikilvægur og það eru risastórar áskoranir sem eru framundan og við stöndum frammi fyrir í móttöku flóttafólks. En við ætlum okkur að gera vel í þeim málaflokki og við í VG höfum skýra sýn á þennan málaflokk, sýn sem er byggð á mannvirðingu og félagslegum gildum. Við viljum skýra stefnu í málefnum innflytjenda og flóttafólks sem er ekki til í dag en nú er unnið að undir forystu ráðuneytis míns. Ég segi já. Já. Sko, þetta eru svona skrítin rök sem að kemur með að það sé VG, þetta er náttúrulega stjórnarfrumvarp sem er borið fram í nafni VG. En VG hafi barist árum saman gegn innihaldi þessara frumvars og hafi tekist að laga það. Það hafi verið rosalega vont þegar það var lagt fram núna síðast og enn verra þegar það var fyrsta skipti lagt fram fyrir 5 árum og þau hafi getað eitt út úr því og það sé árangurinn. Hann tekur ekki afstöðu til þess hvort þetta sé vont frumvarpið ekki sem að Amnesty, Rauði krossin, öll mannúðar félög í Íslandi segja sé slæmt frumvarp. Hvernig finnst þér þessi? Ég minnst það bara svo dapurlegt en það held ég að það sé mjög eldfimt ástand
núna inn í VFG, hjá sérstaklega ungliðanum í VFG. En hann verið trúa því, og ég hef heyrt þetta líka hjá fleirum í VFG, þeir trúa því að það sé betra þau séu inn í ríkisstjórninni, þessu meðvirkar menn Sjálfstæðisflokksins, heldur en séu í stjórnarandstöðu. Ég bara skil ekki þessi rök. Ekki? Nei, ég bara átta mig ekki. Eða ég skil rökin þannig að segja, ég er bara svo ósamálaðum. Þannig að ég held að þetta sé ekki málið, sko. Ég myndi ekki gera þetta. Ekki? Nei. Danieli Arnarsson, hann sagði sig úr VFG í dag. Já. Út af þessu? Hann gerði það einmitt. Hann var hann ekki formaður eða framkvæmdastjóri í Samtökum 78? Jú, gott, hann var ekki framkvæmdastjóri í Samtökana. En það var hiti þarna í umræðinni, ég tók eftir, ég var eitthvað fréttur það að Helga Vala hrópaði að honum Ásmundi. Já, báða Ásmundum að hætta að ljúga upp á sig. Já, það sem að hann alltaf að halda því fram sko að Helga Vala sé með þessa sína afstöðu í útlendingamálum af því að hún hafi verið lögfræðingur í svona málum áður. Já. Þannig að hún sé eiginlega bara útvega sér vinnu. Einmitt. Já. Herðu, ef að segja þetta gott? Herðu, já. Segjum þetta gott. Ok, við höldum áfram að tala fréttir, ekki kannski dagsins, við höldum að tala fréttir gærdagsins, að Ragnar Þór Ingólfsson var kjörinn formaður VFR, ég ætla að tala við henni eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall.